Jæja, eigum ekki að byrja. Góðan daginn, velkomin. Gaman að sjá ykkur sem komið frá langt í burtu, hérna með fjallið einhvers staðar. Gaman að hafa ykkur hérna með okkur og því sem að horfa heima, velkomin. Eigum ekki að byrja með bæn, svo getum bara haldið áfram. Kæri heimski faðir, takk fyrir allt. Takk fyrir að þó sumar að vera búið, við getum sagt að við höfum notið og fengið góð sól á til og gott veður og hiti. Við viljum biðja þig að hjálpa okkur restina árið og eiga góðan veður og ekki svo slæmur. Við viljum biðja þig að vera með okkur hér í dag, að blessa okkur og setja svona fræ í hjarta okkar sem stækkar og vaxar og dafnar og þetta bara þín trú og að við trúum meira á þig og já, að við getum synda út. Við viljum biðja þig að vera með þeir sem að koma hérna til Íslands, sem koma til Íslands, að hjálpa okkur hérna okkar litla kirkja að stækka og að við getum tekið vel á móti fólki sem að fara að koma í kvöld og bara restina af mánuðinum. Ég vil biðja þig að vera með prestinu sem að fara að tala í dag og okkur hér að opna eyra okkar og hjarta til að taka á móti það sem þú vilt að við lærum í dag. Í Jesú namni, vertu með þeim sem á leiðinni og þeir sem hér og þeir sem heima og þeir sem veikir. Og já, gefu okkur styrk. Í Jesú namni. Amen. Já, velkomin. Við ætlum að byrja með því að syngja. Við ætlum að byrja með að syngja salminn númer 16, já. Ó, mildi Guð. Við ætlum að syngja aðeins meira. Vá, hvað þetta? Bánsi? Eigum að syngja annan sálm? Ertu til í það? Já. Heyrðu, ég ætlum að syngja sálminn númer 65. Heilar. Svo borða ég eftir smá. Ok, við borðum allir saman. Til í það? Ok. Borða næstum. Já.
Ætlum við að fá smá? Nei. Okay. Hvað það frábært að tilbiðja svo mörgum tungumálum og heyra og reyna að skilja hver að syngja hvað. En núna ætlum við að lesa reikningavers og þá getum við fundið í augnablik. Ég fékk það í skilaboð og ég þarf bara að fara að finna hann. Eigum að standa á fætur til að lesa hann. Við getum lesið hann í Óskvirnir 13:15 og það stendur: Góðir vísmunir veita heili en vegur svíkana leiðir í glötum. Skulum biðja. Kæri Guð, eins og stendur í þínum orð að þú ert tilbúin að leiða okkur og styðja við okkur og sýna okkur hvar við eigum að fara ef við göngum með þér. Ég vil biðja þig að vera í hjarta okkar, í lífi okkar, í huganum okkar, hverjum einasta mínútu á lífi okkar til þess að við komum alla leið til þín þegar þú kemur tilbaka. Ég vil biðja þig að vera með okkur í dag, að blessa þessi stund, að blessa þennan stund í hverjum einasta kirkja sem að halda þín hvíldadagur í dag og verður með þeim sem í stríð, sem að þjást, sem vita ekki af þér og hjálpa þeim að finna þig. Í Jesú nafni. Amen. Já. Núna ætlum að syngja aðeins meira. Við ætlum að syngja Salminn 210.
tala spænsku. En ég vissi ekki að íslenskan þýðingin, spænska þýðingin átti bara 3 vísur. Ég bara, já, þetta bara nýtt í dag fyrir mig. En við ætlum núna að taka upp gjafir. Gjafir í dag, það 23. ágúst, fara í safnaðarsjóð. Skulum biðja. Kæri Guð, takk fyrir að kirkjan þín að fyllast af þínu fólki. Takk fyrir að við höfum meira en við áttum okkur á. Takk fyrir að þú faðir okkar og með þér við eigum allt sem við þurfum og meira. Ég vil biðja þig að hjálpa kirkju þín að stækka, hjálpa okkur að átta okkur á hversu mikið þú blessir okkur og hversu mikið við getum bless hvort annað. Hjálpa okkur að deila það sem þú gefur okkur með öðrum og já, í Jesú nafni. Amen. Já, og vitið hvað? Ég sá mjög mikið að börnum þannig einhvers staðar, bæði litlum og stórum. Eru ekki spenntir að fara að heyra barnasögu og syngja barnasang? Hvað segið þið? Ætli að koma hérna fremst að syngja með mér? Vildu fara að þarna? Það eru sæti hérna fremst og já. So we are going to sing the children's psalm and then we hear the children's story. I think we have someone prepared with the children's story. Yes? Okay, let's sing and then we can hear it. Okay, tilbúin. Yes.
Þetta var geggjað. Við ættum að syngja svona alltaf. Vel gert. En núna ætlum að heyra söguna. You can come here. Oh yeah, you can stand there. You want me? You have the microphone for you. Good morning, boys and girls. Happy Sabbath. Góðan daginn, krakkar. Gleðilegan hvíldardag. Okay, this morning I have a story from a missionary family in Asia. Nú ég með sögu frá Asíu. There was a missionary family in Asia. They have a dog. They named her Blackie. Það trúboðsfjölskylda sem átti hund og þau kölluðu hana þetta sem hann sagði. But one time when they have to go on a vacation for a long time, Einu sinni þurftu að fara í sumarfrí í langan tíma, but they cannot take the dog with them. en þau gátu ekki tekið hundinn með. So they found a local Chinese helper to take care of the dog. Og þá báðu þeir einhvern hjálp sem vildi hjálpa þeim að passa hundinn. But one day, the dog was kind of sick. Einn daginn var hundurinn veikur. And she didn't want to drink, she didn't want to eat, Hundurinn vildi ekki borða og hundurinn vildi ekki drekka. or she even didn't want to move around. Og vildi helst ekki hreyfa sig neitt. So the helper was very worried. Þannig að þessi sem var að hjálpa með hundin var áhyggjufullur. And she told other missionaries around, asked them to pray for the dog. Og hún bað trúboðana þarna í kring að biðja fyrir hundinum. She even asked one of the doctor missionary to come and to check what is wrong with the Og dog. hún bað með þessi að trúboðslækninum að koma og athuga með hundin hvað væri að honum. But no one knows what happened. En enginn vissi hvað gerðist. They don't know what was wrong with the dog. Þau vissu ekki hvað var að hundinum. So all the other missionaries, they were worrying about that dog because they don't want that dog to die. Og hinni trúboðnir höfðu áhyggjur af hundinum því þau vildi ekki að hundurinn myndi deyja. So they all pray for that dog. Þannig að þau báðu öll fyrir hundinum. But En in that community, there was one boy. það var eitt strákur þarna á meðalera He has a good idea. sem fekk góða hugmynd. Because in that community, all the boys and girls, they love that dog. They play a lot with that dog. They don't want to lose that dog. Krakkarnir þarna áttu hunda og þeim var svo gaman að leika við hundana og vildi ekki að hundarnir myndu deyja. No one knows what happened. Then that boy, he come to other boys, said, I have a good idea. We can come together and stand in a circle, hold our hands together. Og hann sagði við hina strákana og krakkana, komum, við skulum fara í hring og haldast í hendur. And each one of us pray, Lord, to Jesus, ask Jesus to make that dog well again. Og þá við skulum biðja til Guðs að hann megi lækna hundin. So that boy and ask all the other boys and girls come together. They get to where the dog was sitting. Þannig að allir krakkarnir þarna á svæðinu komu saman þar sem hundurinn var veikur. And they stand in a circle. Each one pray to Jesus to make that dog well again. Og fóru hringinn í kringum hundin og leiddust og hver og eitt barnið bað fyrir hundinum. The Chinese helper who was around was there as well. Og þarna var þessi kínverski aðstofamaður líka. So the boys and girls, they close their eyes and they pray to Jesus. Og krakkarnir lokuðu augunum sínum og báðu til Jésu. You know what happened? Vitið hvað gerðist? After each one prayed, Eftir að hver og einn var búinn að biðja, they opened their eyes. þá opnuðu augun, They look at the dog Blackie. litu á hundin. You know what happened? Vitið hvað gerðist? Can you guess? Hvað haldið þið? They saw the dog open her little eyes Þeir sáu hundurinn opnaði augun and lift up her shaky head og setti höfðu upp, and slowly stand up stóð hægt upp, and went to the water fór niður á vatninu and took a long drink of water og drakk mikið vatn. and even take some food. Og meira sé að borðaði smá mat. So the boys and girls, they shouting, they screaming, Jesus make Blackie well again.
Og krakkarnir hrópuðu, Jesús búinn að lækna hundinn. Blackie is well again. Nú hundurinn orðinn heill. And all the kids ran back home to tell their parents. Og allir krakkarnir hlupu til foreldra til þess að segja frá. Jesus answered their prayer, did a miracle. Jesús svaraði bænunum, hann gerði kraftaverk. And you know what? The Chinese helper who was not a believer, Já, þessi kynveri sem var að hjálpa með hundin var ekki trúaður. when she saw Blackie is well again, Þegar hann sá að þessi hundi var orðin heill aftur, she was crying. þá byrjaði hann að gráta. God did a miracle. Guð, hann gerði kraftaverk. So do you think Blackie was sick for a reason? Haldið þið að hundurinn hafi kannski orðið veikur út af einhver And through ástæð, the kids, through their prayer, svo að krakkarnir með bænunum sínum win the heart of the Chinese helper to Jesus. myndi vinna hjarta þessa aðstoðamanns. Boys and girls, you know in the Bible, Jesus promised us. Vitið það í Biblíunni segir Jesús hafi lofað okkur You ask, að þegar þið it shall biðjið, be given. þá munið þið You veitast. seek, Þið leitið, it shall be found. þá munið þið finna. Yeah. So you know, in your life, anytime we have a loving Savior God who are waiting to answer our prayers. Vitið það að við eigum elskuverðan Guð elskulegan Guð sem á himnum og býður eftir að við býðum til hans. Even through kids, Meiri segja gegnum börnin. God can do miracle things, amazing things through your prayer. Guð getur gert kraftaverk fyrir bæninar ykkar krakkar. Do you know anything you want to pray for? Vitið eitthvað sem þið viljið biðja fyrir? God can do amazing things through your life as well. Guð getur gert kraftaverk gegnum ykkar líf. Let's pray. Við skulum biðja saman. Heavenly Father, we thank you Himneski Faðir, við þakkum þér for Jesus. fyrir Jesú. We thank you for answering our prayers. Við þakkum fyrir að þú svarar bænum okkar. We thank you for the amazing things you can do through our life to win many hearts to you. Og þakka þér fyrir að þú getur læknað fyrir öll þau hjörtu sem trúa á þig og biðja til þín. Thank you. In Jesus' name I pray. Við þakkjum í Jesú nafni. Amen. 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 Thank you for your story. Núna ætlum við að biðja Louis Torres velkominn. Hann ætla að tala til okkar hérna í dag. Where is the pastor, Louis Torres? He's going to talk to us today. We are waiting. Excited for you. Skulum, biðja hann velkominn og gleðilegan hvítadag. Takk fyrir. Thank you. I thought I could sleep more. Good morning to all of you. Góðan daginn öll sem öll. Buenos días a todos ustedes. Buenos días. It's a pleasure to be back with you, Það ánægjulegt fyrir mig að vera hér meðal ykkar and we look forward for tonight. og ég hlakka til kvöldsins. We actually have 3 different sites that we're going to be holding meetings. Við verðum með fyrirlestrana á 3 ólíkum stöðum. Here, of course, tonight. Hérna í kvöld Then in Ukrainian, it will be at the Central Church. og svo mun úkrainska fólki vera með fyrirlestra niður í Reykjavíkurkirkju And then one in Selfoss. og svo líka á Selfossi. Last night, Í gærkvöldi the Ukrainian group went over to a place where there are a lot of Ukrainians in a refugee camp. þá fóru Úkraínu hópurinn upp á Bifröst þar sem mikið af flóttafólki frá Úkraínu. And so they were able to bring joy to those people there. Þau gátu komið með gleði til fólksins þar And they were so happy that they invited them to come back again.
Og þau voru svo ánægð með að þau skulle hafa fengið heimsóknina á Bifröst og þau báðu þá að koma aftur. So we're glad that we can be of service to Spanish, Ukrainian, Polish, whatever language. Þannig að ég er glaður að við getum verið blessun fyrir fólk af mörgum ólíkum uppruna. We actually have meetings. Actually, Adventist World Radio is broadcasting in 125 languages. Adventist World Radio að útvarpa á 125 tungumálum. All over the world. Út allan heim. Now, this morning, thank you, madam. Núna í morgun. The message is the way of the transgressor is hard. Já, í dag ætla ég að tala leið syndarans erfið. I grew up in New York City. Ég ólst upp í New York borg. And in New York City, there is a prison. Og þar fangelsi eitt. It's actually downtown in Manhattan. Og það þarna niðri í bæ á Manhattan, eyju. It is called the Tombs. Það kallað grafirnar. It's an interesting name for a prison. Þetta áhugavert nafn fyrir fangelsi. The reason why they call it the Tombs Ástæða fyrir að þeir kalla grafirnar is because the prison is not up on top. The prison is down in the basement. Það út af því að fangelsi ekki ofanjarðar heldur neðanjarðar. So when somebody goes to jail there, Þannig ef einhver fer í fangelsi þar, it's considered that they're going down into the tombs. það eins og þau séu að fara ofan í gröf. What's interesting about that particular jail, Það sem áhugavert við þetta sérstaka fangelsi, this is the actual entrance into it to go down below, þarna inngangurinn til að fara niður, is that when prisoners are brought to court, þegar að fangarnir teknir í dómsalinn, they're brought up to the top floor. þá þau farið með alveg upp á efstu hæð. But they have to go through a door, En þau þurfa að fara í gegnum dyr and above that door, og fyrir ofan dyrnar, there is a sign. þar skilti. And it is Proverbs, the scripture reading for this morning. Og þá það þetta sem við lesum var áðan rutningunni. And it says, good understanding give us favor, Já, þar stendur, góðir vitsmunir veita hilli, but the way of the transgressor is hard. en vegur svikaranna leiðir til glötunar eða leiðir til erfiðleika. So that's what they see before they go into the court. Og þetta það sem þið sjá áður en þið fara inn í dómsalinn. Now that's an interesting verse of scripture, Þetta áhugavert vers í Biblíunni, because it says the way of the transgressor is hard. af því það stendur að vegur svikaranna erfið. So let's pray as we open the Bible. Við skulum biðja áður en við höldum áfram. Heavenly Father, Himneski Faðir, as we study the Word, þar sem við rannsökum þitt orð, give us insights, gefðu okkur innsýn understanding, og skilning and help us to grow. og hjálpaðu okkur að vaksa. In Jesus' name, Í nafni Jesú. amen. Amen. When I was facing the idea of becoming a Christian, Þegar ég var að velta þessari hugmynd fyrir mér að verða kristinn, as a professional musician, sem þá var ég sem tónlistarmaður, sem atvinnutónlistarmaður. the thought that struck me Þannig að svo hugsun sem kom í huga mér was this: var þetta. if I become a Christian, Ef ég verð kristinn, I won't have any fun. þá á ekki eftir að vera neitt gaman í lífinu. Now, is that true? Var þetta satt? Yes or no? Já eða nei?
Well, I thought it was true Ég held þetta var alveg satt. because all I knew of fun was what I used to do in the bars and in performing. Því að svo skemmtun sem ég þekkti var að vera á börum og vera að skemmta fólki með tónlist. So I thought I would have to give up everything that I knew of fun in order to be a Christian. Og þá hélt ég að ég myndi þurfa að gefa allt skemmtilegt á bátinn með því að vera kristinn. So there are a lot of people who think it's hard to be a Christian. Það eru margir sem halda að það sé erfitt að vera kristinn. Is that true? Það satt? Now you're smiling. Nú það að brosa. How many of you have thought at some point in your experience it is hard to be a Christian? Hversu mörg hafi haldið stundum á lífsleiðina að það sé erfitt að vera kristinn? I see a lot of hands. Ég sé margar hendur á lofti. But is it true? En þetta rétt? The Bible doesn't say the way of the believer is hard. It says the way of the transgressor is hard. Biblían segir ekki að leið þeirra góðu sé erfið heldur leið syndarana. So who's right? Hver hefur rétt að standa? You who raised your hand, Þið sem réttu upp hendur or the Bible that says that the way of the transgressor is hard? eða Biblían sem að segir akkur dögt. So let's consider why the Bible says that. Við skulum athuga af hverju Biblían segir þetta. People say you can never have any fun. Maður getur sagt, maður getur aldrei haft neitt skemmtilegt. It is always don't do this and don't do that. Það alltaf eitthvað svona, þú mátt ekki gera þetta og þú mátt ekki gera hitt. It's like I was telling my students yesterday, Ég var að segja nefndum mínum í gær and one day I was shopping, að ég var í búð í gær, einhver daginn, and a woman was trying to find something. og kona var að reyna að finna eitthvað. So I said to her, may I help you? Já, var eitthvað kona sem var að leita að eitthvað og ég sagði, Well, I had a shirt and a tie on, Ég var í skyrtu og með bindi and she said, yes, I can use your help. og hún sagði, já, ég myndi gætna vilja hjálpaði mér. What is it that you need? Hvað þarft að hjálpa með? She told me. Hún sagði mér það I said, I know where it is. og hann sagði, já, ég veit hvað þetta er. So I took her to it, Svo ég fór með hann að þanga. and she says, you are a wonderful person. This company should be proud to have a worker like you. Og hún sagði, þú ert frábær að hjálpa, þetta fyrirtæki ætti að hafa fleiri eins og þig hér í vinnu. I said, I don't work here. Og hann sagði, ég vinn ekki hér. Oh, she said, you don't work here? Vinnur ekki hér, sagði hann. No. Nei, But I said, I'm a Christian, en ég kristinn and I enjoy helping people. og mér finnst gaman að hjálpa fólk. She said, you're a Christian? Ertu kristinn, sagði hann. Yes. Já. Why is your God so negative? Af hverju Guðin finnst svona neikvæður? I said, negative? Neikvæður, sagði ég. Yes. Já, Your God's laws are don't do this and don't do that and don't do this and don't do that. og boðarinn hjá hennu segja ekki gera þetta, ekki gera hitt. Eða þú skalt ekki og þú skalt ekki. I had to help her understand what it meant. Ég þurfti að hjálpa henni að útskýra fyrir henni hvað þetta þýddi. She happened to be a lady from Iran Þetta var kona frá Íran who, when she introduced herself to me, she said she was a Persian. Þegar hún kynnti sig, þá sagðist hún vera persnesk. So people from Iran Fólk frá Íran in America í Bandaríkjunum, do not say they are from Iran. þau segjast ekki vera frá Íran. They say we're from Persia Þau segja við erum frá Persíu. because they know most Americans don't know what Persia is. Vegna þess að fólk í Bandaríkjunum veit ekki hvar Persía er. So she thought my God was negative. Og hún hélt að Guði minn væri neikvæður Guð. Do not, do not, do not. Þú skalt ekki og þú skalt ekki. So why does the Bible say that it is hard for the transgressor? En then? af hverju segir þá Biblíun að vegur svíkarana er erfiður? Let's consider it. Við skulum aðeins huglega þetta. We go back to creation. Förum til sköpunarinnar.
The Bible says that everything that God made was very good. Guð sagði að allt sem hann skapaði var mjög gott. That's Genesis chapter 1 and verse 31. Ef við förum í 1. Mósebók 1, Genesis 1, 131. já, 31, vers 31. It doesn't say good, it says very good. Stendur ekki gott, heldur stendur harla gott, eða mjög gott. So can you imagine how good that must have been? Þið getur rétt ímyndað ykkur hversu gott þetta hefur verið. And God had created Adam and Eve. Og Guð skapaði Adam og Evu, Everything was pleasant. allt var yndislegt, Everything was beautiful. allt var fallegt, The flowers were fragrant. blómin, það kom blóm á angan út allt The beautiful birds singing. Og fallegu fuglasöngur, Everything was perfect allt var fullkomið. until Þar til Eve made the wrong decision. að Eva tók ranga ákvörðun. That true? Þetta ekki rétt? And when Eve made the decision to partake of the fruit, Og þegar að Eva tók það ákvörðun að taka ávöxtinn og borðan, the devil was trying to convince her that God was restricting her from having fun. Satan var að reyna að sannfæra hana það að Guð væri að hefta hana og halda henni frá einhverju. So the devil said, did God say you shouldn't eat of it? Og Satan sagði Guð, þú mættir ekki borða? She said, yes. Og hún sagði já. Well, God's just trying to keep you from something that would be very beautiful for you. Og hann sagði, já, en Guð bara halda þig frá einhverju sem alveg frábært. She took of the fruit. Og svo tók hún ávöxtinn Obviously, it must have had a good taste og hann hlýtur að hafa smakkast vel because she went to share it with her husband. því að hún fór svo til eiginmann síns And með hann. what the devil said, Og það sem að Satan sagði, she thought was true. hún hélt að það væri She was satt. feeling good. Henni leið bara vel, So let me ask you a question. þannig að mér langar að spyrja ykkur spurningar. When people who are used to using alcohol Þegar fólk að nota áfengi and they drink it, og að drekka áfengið, how they begin to feel? hvernig byrjaði þeim að líða? Good. Vel. Yes. But the results are not good. En svo eru afleiðingarnar ekki góðar. So she thought then that now she entered into a new level of existence. Nú hélt hún að hún væri komin á eitthvað annað stig tilverunar. You see, she was experiencing something called death, Hún var að upplifa eitthvað sem að kallast dauði. but she interpreted into this was living En hún túlkaði það eins og þetta væri líf. because that's what she was told. Því það var það sem búið að vera að segja henni. But unfortunately, En því miður, think about Eve. hugsið aðeins hana Evu. Think when she was walking through the garden, Þegar hún gekk garðinn and there on the ground og þarna á jörðinni, there was a lifeless form. þar var eitthvað sem að hafði ekkert líf í sér. She then realized it was her son, Hún sá að þetta var sonur hennar, Abel. Abel. And how do you think she felt? Hvernig haldið þið að henni hafi liðið? How do you think? Hvað haldið þið? You think she felt good? Ætli henni hafi liðið vel? Think of the pain that that mother felt, Hugsið sársaukaðan sem þessi móðir upplifði. not just in seeing her son lifeless on the Ekki bara ground, að sjá son sinn án lífs þarna á jörðinni, but to realize heldur uppgötva að that this was because of her partaking of that which she thought was going to bring good. þetta var vegna þess að hún hafi tekið eitthvað sem hún hélt að væri gott. It did not bring good. Þetta var ekki eitthvað sem að kom með eitthvað gott í lífinu. And when she saw Abel dead, Og það sem hún sá Abel liggja látin, you think she was thinking, og haldið því að hún hafi verið að hugsa the way of the transgressor is good, að vegur syndarans sé góður, easy? auðveldur, Or do you think she was thinking the way of the transgressor is hard? eða haldið því að hún hafi hugsað að vegur svikarans slæmur. Do you understand?
Skiljiði? Then imagine Adam. Ímyndið ykkur Adam, Because of what they did, vegna þess sem þau gerðu, they had to leave the garden. þá þurftu þau að fara út úr aldingarðinu And then after that, og eftir það, Adam lived about 900 years. þá lifði Adam í 900 ár And imagine Adam having to see the results of his choice. að Adam þurfti að horfa á afleiðingar ákvörðunar sinnar. They thought it would bring it good and easy, Þau heldu að þetta myndi koma með eitthvað gott og auðvelt, but the opposite was true. en svo var það akkurat öfugt. Imagine Adam seeing people dying. Ímyndið ykkur Adam horfa upp á fólk deyja. Imagine him thinking, Ímyndið ykkur hann vera að hugsa the way of the transgressor is what? að vegur svikaranna leiðir til It's hard. erfiðleika. That's the reality. Þetta raunveruleiki. Adam must have been troubled, Adam hlýtur að hafa liðið illa realizing that everything that was going on, og þegar hann gerir sig grein fyrir því að allt sem var í gangi, all the evil, allt þetta illa, all the crime, allir glæpir the arguments, og öll rifrildi the hatred, og haturið, all because he thought, and Eve thought, that the way of the transgressor would be easy. vegna þess að hann hélt og Eva hélt að vegur syndaranna væri auðveldur. So it wasn't, was it? En það var ekki þannig, það nokkuð? It's interesting that the Bible does not register Það áhugavert að Biblían skráir ekki Adam's suffering. að hversu mikið Adam þjáðist. And I would imagine Og ég ímynda mér að that there were times when he wished many times og hann örugglega oft og mörgur sinnum hugsað that he could reverse the clock and go back to where it first was. að hann hefði getað vonað að hann gæti snúið tímanum við og fengið að byrja aftur. But it doesn't work that way. En það virkar ekki þannig. When a person chooses to do wrong, Þegar að einstaklingur ákveður að gera eitthvað sem rangt, the way is not easy. þá leiðin ekki auðveld. It is hard. Hún erfið. Samson, Förum til Samsons. very, very strong man. Mjög sterkur maður. He must have been quite a strong person because he could lift up the whole gate from the city and carry it on his back. Hann hlýtur að vera mjög sterkur því hann gat tekið allt borgarhliðið og borið það á bakinu. Rather than following what God had instructed him to do, En í staðinn fyrir að fylgja því sem Guð sagði hann að gera, he thought he'd take the easy track. þá ætlaði hann að taka auðveldu leiðina. And he ended up Og það endaði með því living a life that was contrary to what God had ordained for him. að hann lifði lífi sem að var gegn því sem Guð hafði ætlað honum. His eyes beheld a woman, Hann leit konu auga and he was tempted. og hann var fyrir freistingu And he yielded to the temptation. og hann fylgdi freistingunni og lét Because undan. in his mind, Í huga hans he felt he was so strong og fannst hann vera svo sterkur that nothing could hurt him. að það væri ekkert sem gæti valdið honum skaða. So he pursued a life that's contrary to God. Þannig að hann ákvað að lifa lífi gegn vilja Guðs. And you know the rest of the story. Þið viti hvernig þetta endaði. What happened to Samson? Hvað gerðist fyrir Samson? Well, the Bible reveals that his eyes were plucked out, Að Biblían lýsir því að augun voru tekin úr honum and they tied him to a grinding wheel. Instead of an ox, he was doing the job of the ox. Hann var settur við svona myllustein og hann átti að vinna vinnuna í staði fyrir að uxinn myndi vinna vinnuna. He was being mocked. Það var verið að hæðast á honum. You can see the little boy with a whip Sjáðu being litla, encouraged to go and whip this man. þessi litli strákurinn með svipu til að berja hann.
It must have been very humiliating for Samson. Þetta hlýtur að hafa verið mjög niðurlægjandi fyrir Samson. And as he's pushing this wheel around, Og þegar hann að snúa þarna þessu hjóli, you think he was thinking, haldið að hann hafi hugsað the way the transgressor is easy? að vegur syndarans sé auðveldur? Do you think? Haldið þið það? Yes or no? Já eða nei? No. Nei. He recognized Hann kannaðist við that the way the transgressor was not easy. að vegur syndarans væri ekki auðveldur. Well, there are many people Það mikið af fólki in the Bible í Biblíunni who were led to believe that departing from God's way was the easy way. sem voru leidd til að halda þess að það að fara frá Guði væri auðvelda leiðin. But they discovered En þeir uppgötuðu that there were consequences, að það voru afleiðingar, bad consequences. mjög slæmar afleiðingar. So the scripture says Þannig að ritningin segir in Numbers 32 verse 23, í 4. Mósebók 32-23, but if you will not do so, en ef þið gjörið eigi svo, behold, your sins will find you out. sjá, þá syndið þér gegn drottni. In other words, God says if you sin, Guð segir, ef þú syndgar, sooner or later he'll find you out. þá mun það koma þér koll fyrr eða síðar. How many of you remember as children, Hversu mörg ykkar munið sem börn your parents telling you not to do something, að foreldrar ykkar segja ykkur að gera ekki eitthvað and you went ahead and disobeyed? og þið fóruð og gerðu það samt? And how many of you remember the consequences? Og hversu mörg ykkar munið eftir afleiðingunum? Doing things that brought pain to not only you, but to your parents. Gera eitthvað sem olli þér sársauka og líka foreldrum þínum. So the Bible says your way you will be Þannig að Biblían segir eins og þú munt vera, found out. já eins og þú hagar þér mun koma þér koll. And it's true. It catches up with you. Það rétt, þetta kemur okkur koll. Is that true? Þetta ekki rétt? Listen. We may think it pleasant to follow pride and worldly ambition. Já, við gætum haldið að það sé bara dásamlegt að vera stolt og fyllast af einhvers konar löngun but til the að end- vaksa í þessu lífi. But the end is pain and En sorrow. það endar með sársauka og sorg. Now the reason why I thought that becoming a Christian would be hard Ástæðan fyrir að ég held að það að vera kristinn væri erfitt was because it was contrary to the way that I was living. vegna þess að það var allt öðruvísi en hvernig ég var að lifa lífinu mínu. I had never experienced living a life without doing what was wrong. Ég hafði aldrei upplifað að lifa lífi sem var ekki rangt líf And I thought that to become a Christian it would be very, very hard. og þess vegna held ég að það að verða kristinn yrði ofsalega erfitt. But once I experienced the difference, En þegar ég upplifði bara hversu mikill munur þetta var, then I found out the truth. og þá uppgötvaði ég sannleikann. A clean life Að hreint líf brings good results. kemur með góða niðurstöðu. Now, that doesn't mean you don't have hardships. Það þýðir ekki að við munum ekki upplifa erfiðleika í lífinu. We live in a world of sin. Við búum í syndugum heimi. It doesn't mean that the path is easy in life, Þýðir ekki að vegurinn sé eitthvað auðveldur í lífinu. but it does mean this. En þetta þýðir að You can always go to sleep with a clean conscience. þú alltaf farið að sofa með hreina samvisku. You never have to be worrying about if somebody discovers what you did. Þarft ekki að hafa áhyggjur af því ef einhver uppgötvar hvað þú gerðir. Do you understand? Skiljið hvað ég á við? I was shopping at a store Ég var eins og í innkaupum and I bought a radio for my van. og ég keypti útvarp fyrir bílinn minn But I needed some batteries for something that I had at home. og ég þurfti líka batteri fyrir eitthvað sem ég átti heima.
But because my hands were full, I put the batteries in my pocket. En að því að hendur mínu, ég var með fullar hendur, þá setti ég batterín í vasan í búðinni. And when I went to the cashier, Og svo þegar ég kom að ætla að borga, I forgot totally about the batteries in my pocket. og þá gleymdi ég batteríunum sem ég hafði sett í vasan. So I paid for the radio, Ég borgaði fyrir útvarpið and I drove the hour and a half to where I was staying. og ég keyrði 1,5 klukkutíma þangað sem ég var. When I þar sem took ég off bjó. my shirt, Og svo þegar ég fór úr skyrtunni, I found the batteries. og þá uppgötti ég að þarna voru batteríin. Oh no, I thought. Ó nei, hugsaði ég. So I put back my shirt, Þannig að ég fór í skyrtuna aftur, and I drove the hour and a half back to the store. keyrði 1,5 klukkutíma tilbaka And I went up to the young man and I said, young man, og ég fór til unga mannsins sem var að vinna þarna og sagði, ungi I'm so maður, sorry. afsakaði, sagði ég. I had batteries in my pocket and I didn't pay you for them. Ég var með batteri í vasanum og ég borgaði ekki fyrir þau. And the young man said, Og ungi maðurinn sagði, Mister, herra, where are you from? hvaðan ertu? I said, why? Og ég spurði, hvað? Nobody ever does that. Það gerir þetta enginn. And I said, I'm not nobody. En ég sagði, ég er ekki enginn. I want a clear conscience. Ég vil hafa hreina samvisku. And $5 is not worth me having a guilty conscience. Og 5 dalir ekki þess virði að vera með slæma samvisku. He said, man, I wish there were more people like you. Og hann hefur svo, ég vildi að það væri fleiri eins og þú, sagði drengurinn. He thought I came from planet Mars. Ég held ég væri að koma frá Mars. Do you understand? Skiljið hvað ég á við? So that night when I went to sleep, Svo þegar ég fór að sofa, I thank God that he had made me honest. og þá þakkaði ég Guði fyrir það að hann hafi gert mjög heiðarlegan mann. That I didn't have to worry about whether or not the boy found out that I stole batteries. Að ég þurfti ekki að hafa ágjör af því hvort drengurinn hefði nokkuð tímann uppgötvað að ég hefði stólið batteríum. Yeah, so it's clear then. Þetta er mjög skýrt. Notice the statement. Hér er yfirlýsing. It is true that Satan's path is made to appear attractive. Það er rétt að vegur Satans er gerður þannig að hann líti vel út. Like the person who thought, Alveg eins og sá sem hugsaði when he paid, þegar hann borgaði the clerk made a mistake og þá gerði sem sagt búðamaðurinn mistök and gave him more money than he was supposed to receive. og lét hann fá meiri pening tilbaka heldur en hann átti að fá. Well, he was so happy Og hann var svo glaður that he took the money home að hann fór með peningin heim and never went back and made it right. og fór aldrei tilbaka til að skila peningnum. So it looks like he gained, Þannig að það var eins og hann hefði grætt, but in reality, en í rauninni he was not gaining. þá var hann ekki að græða neitt. He was losing. Hann var að tapa. $10 10 dalir is not worth losing your salvation. er ekki þess virði að tapa sáluhjálpinni. What do you say? So listen, Þannig að wisdom's ways are ways of pleasantness, vegi viskunar eru vegir þæginda and all her paths are peace. og vegir hennar eru friður. Proverbs 3:17. Þetta kemur úr orðskveðnum 3:17. Every act of obedience to Christ, Hver verknaður sem er hlýðni við Krist every act of self-denial for his sake, og hver skipti sem að við neytum sjálfum okkur fyrir hann every trial well endured, og hver erfileiki sem við tökum eins og hughrist fólk, every victory gained over temptation hver skipti sem við sigurumst á freistingum is a step in the march to the glory of final victory. er skref til þess að komast til dýrðar og loka sigursins. If we take Christ for our guide, Ef að Kristur er okkar leiðtogi, he will lead us safely. þá mun hann leiða okkur örugga leið. There was a young girl, she was 13 years old, Það var ung kona sem var 13 ára, ung stúlka,
and was growing up in a Christian home. Og hún ólst upp á kristnu heimili And in the Christian home, there were rules. og það voru reglur á þessu kristna heimili. And she just didn't like the rules. En henni fannst reglurnar leiðilegar. So she was thinking, Þannig að hún var að hugsa, my friends don't have to go through all this. vini mínir þurfa ekki að þola svona reglur. They can always do what they want. Þeir meg alltaf gera það sem þeir vilja And I'm being restricted. og það alltaf verið að hefta mig. So she decided Þannig að hún ákvað that she would leave home. að hún ætlaði að yfirgefa heimilið. So one night, Þannig að eitt kvöldið, she had her little backpack packed. þá var hún búin að pakka niður í bakpokan sinn, She climbed out the window prílaði út gluggann and ran away from home og flúði að heiman. so she could be free. Svo hún geti verið frjáls. She ran from Michigan to Chicago. Hún hljóp frá Michigan fylki yfir til Chicago borgar. She did that because she had heard that most runaway children go to California. Hún hafði heyrt að hún gerði þetta vegna þess að flest börn sem voru að flýja heimili sín fóru til Kaliforníu. So she decided Chicago because she thought nobody would look for her there. Þannig að þá fór hún til Chicago svo að enginn myndi fara að leita henni þangað. When she arrived in Chicago, Svo þegar hún kom þangað, she was surprised at the big stores. þá var hún svo hissa að sjá allar þessar stóru búðir. She couldn't believe how beautiful the clothing were inside those windows. Hún gæti ekki ímynda sér hversu falleg þessi föt voru sem voru þarna. So she was window shopping, going from store to store. Þannig að hún var bara að skoða í búðaklukkana. A car drove up and parked, Svo kom bíll og lagði þarna and a man stepped out, well-dressed man, og maður vel til fara kom þarna út and stood right next to her, og stóð þarna við hliðina á henni. looking in the window also. Og hann var líka að horfa inn gluggan, So then he said to the girl, sagði við hana. beautiful dresses, aren't they? Mikið þetta falli í kjólar. She didn't respond. Hún svaraði ekki. So he said, it looks like you're not from here. Og hann sagði það lítur út fyrir að þú sért ekki hérðan. Wouldn't you like to go inside and look at the dresses close up? Og hann sagði, viltu ekki fara inn og skoða kjólana betur? She wasn't sure. Hún var ekki alveg viss. He said, come on, I'll take you in. Og hann sagði, jú, komdu bara með mér inn. So he took her in. Og hann fór með hana þarna inn. And then he picked a dress and said, this looks like it would fit you nicely. Og svo tók hann upp kjól og sagði, þessi myndi nú passa þig vel. And so she was surprised Og hún var svo hissa of how kind this man was. hvað hann var góður þessi maður. And then he took her to another dress Og svo fór hann og skoða annan and to kjól another one. og annan kjól. And so now her arm was full with dresses. Og þarna voru hann með fulla hendur af kjólum. And he says, wouldn't you like to have them? Vilt þú eiga þá, sagði hann. You know, she gave the nod. Og hún svona kinkaði kolli. I'll tell you what, he said, Ég skal segja þér eitt. because you're such a nice girl, I'll pay for them. Af því þú ert svo góð stúlka, þá ætla ég að borga Would þig. you? Og hún bara, í Well, það? she couldn't believe Hún gæti ekki trúa þessu. because her parents had always told her, Af því að foreldrar hennar höfðu alltaf sagt, be careful with strangers. ertu varkár gagnvart ókunnugum. And she was convinced that her parents were wrong. Og hún var alveg sannfærð það að foreldrar hennar höfðu á röngu að standa. He was a nice stranger. Þetta var mjög almennlegur ókunnugum maður. So he paid for the dresses. Þannig að hann borgaði fyrir þessa kjóla. Then as he walked outside, he says, where are you going? Og svo þegar fór út þá spurði hann, hvert He er þetta said, að fara? I don't have a place to go to. Og hún sagði, ég veit ekki hvert, ég Well, hef engan. if you like, Já, ef þú vilt, I can take you to my house, þá getur þú komið heim til mín, sagði hann. and after you sleep and eat, then I can take you where you want to go. Og eftir að þú ert búin að sofa og hvíla og borða, þá geti bara farið með þangað sem þú ert að fara. Yeah, unfortunately, Og því miður, this man was what's called a pimp. að þá var þessi maður sem að kallaður, þetta er svona maður sem að selur vændi.
a man já, that takes care of prostitutes. sem að passar upp á vændiskonur eða gerir þær út. So after she slept and he fed her, Og eftir að hún svaf og hún fekk að borða hjá honum then he says, you have all these dresses. og þá sagði hann, nú ertu með alla þessa kjóla, How are you going to pay for them? hvernig ætlar að borga fyrir þá? She was surprised. Og hún var alltaf hissa I don't have any way to pay. og hún sagði, ég get ekki borga fyrir þá. Well, Og þá sagði hann, you have them now, nú áttu þá and you need to pay me back. og þú eru að borga mig tilbaka. She started crying. Og þá byrjaði hann að gráta. He said, but it's okay. En þetta alltaf leið. I know you don't have any money, Ég veit þú átt enga pening, but I'll help you make money. en ég skal hjálpa þér að búa til pening. So he introduced her into prostitution. Þannig að hann kynnti hana þá fyrir vændi. That girl Og þessi stúlka, felt herself trapped þá henni fannst eins og hún væri komin í gildru. in practicing something she never ever dreamed she would practice. Og fór að vinna við eitthvað sem að hann hafði aldrei dreymt að vinna við. Then one day, Og svo einn daginn, the man discovered that she had a sore. og þá uppgötaði maðurinn að hún var með eitthvað sár, It gave evidence that she could no longer continue prostitution. sem gaf það til kynna að hún gæti ekki lengur unnið sem vændiskona. So he kicked her out of the house. Og þá var henni hent út. And now she was living in the streets, Og nú var hún á götunni. covering herself with cardboards. Og þurfti að hylja sig með pappa. She had to get a knife in order to protect herself against others. Og hún þurfti að finna sér hníf til að verja sig fyrir öðrum. And while she was there, sick, Og þar sem hún var þarna veik, she began to think about her home, þá fór hún að hugsa heimili sitt. how different things were back home. Hversu ólíkt það hefði verið heima hjá sér. And deep inside, she wished she could be back home. Og svona innst inni langaði hann að fara heim. But she thought, En hún hugsaði, if my parents discover what I've been doing, ef foreldrar mínir uppgötvaða það sem ég hef verið að gera, they would never have me back. þá myndu þau aldrei taka við mér. So even though she longed to return back to her childhood, Þannig að þó svo hann langaði að fara aftur heim, she felt she could not. þá fannst henni eins og hún gæti það ekki. Finally, Loksins, she thought, hugsaði hún, if I could only just call them. ef ég gæti bara hringt í þau. So she got her courage up to call home collect. Þannig að hún fann innra með sér hugrekki til að hringja, That means that the people who answered would pay for the call. sem þýðir að hún hringdi á þann hátt að þeir sem svara símanu þurfa að borga fyrir hringinguna. So when her father heard his daughter's voice, Þegar að pappi hennar heyrði röddin hennar, he began to cry. þá byrjaði hann að gráta. He thought that she was dead. Hann hélt að hún væri látin And she begged if she could come home. og hún bað hann að fá að koma heim, But she had no money. en hún átti engan pening. So her father said, we want you home, Og þá sagði pappinu, but you don't know what I've done. við viljum fá þig heim, en We hún don't sagði, care what you have done. þú veist ekki hvað ég hef gert, og We hann want you sagði, home. við viljum þig heim samt sem áður. So they sent her the ticket. Og þeir sendu henni miðan, She got on the bus, og fór í rútuna, and as she drove to the home, og þegar hún var að fara heim, she was comparing the difference between her life before and her life now. og þá var hún að bera saman líf sitt sem að var áður og nú. And she wondered whether or not she would be welcome back home. Og hún var að velta fyrir sig hvort hún hefði boðin velkomin þegar hún kemur heim. When she arrived at the bus stop, Og þegar hún kom þarna á endastöðina, there was a large group of people there. það var mjög mikið af fólki þar, And she wondered what person is on the bus that's so popular that all these people were there for. og hún var að hugsa hver svona vinsæll að vera að taka mótunum hérna í þessari rútu. When she got off the bus, Og þegar hún fór út úr rútunni, her father ran þá hljóp pappina til and hennar, grabbed her greip hana and embraced her and swung her around. og faðmaði hana og sneri henni í hringi, Her mother. og mamma hennar, And it turned out that her whole family came out to welcome her. og það kom öll fjölskyldan að taka mótinni. And there was a big sign then that she noticed.
Og það var risastórt skilti sem hún tók eftir, Welcome home. velkomin heim. What a difference. Hvílíkt og annaðis munur. She discovered Hún uppgötaði that the way of the transgressor að leið syndarans is hard. erfið. It's hard. And I don't know how many of you here this morning, Ég veit ekki hversu mörg ykkar hér inni, some grow up in a Christian home, sumir alast upp á kristnu heimili, but something happens along the way. en svo gerist eitthvað á leiðinni. The world, the enticement, the Hey. entertainment, all the activity Heim- somehow grabs her attention. Heimurinn og skemmtanir og annað sem að dregur athygli okkar að, And you find yourself in the world, og við uppgötum að við erum nú bara í heiminum. perhaps doing things that you never thought you would do before. Og kannski að gera eitthvað sem við hefum aldrei ímyndað okkur að værum að gera. But after a while, En eftir eitthvað tíma, you begin to sense þá finnum við that you are in the wrong place. að við erum á röngum stað. And you wish you could return, Og þú óskar þess að þú getur snúið við. but you think, Þegar þú hugsar, eða heldur, maybe I will not be welcome. að kannski verður þú ekki boðin velkomin. And there are people like that Og það eru sumir þannig who think sem halda that they've done too much, they're too far out to be received back into the family. að það hafa gert of mikið slæmt og eru of langt í burtu að geta komið aftur í fjölskylduna. Or maybe you've never grown up as a Christian. Eða kannski verður bara aldrei alist upp sem kristinn einstaklingur. You have lived a worldly life, Þú hefur lifað lífi í heiminum and then somehow you come across a different lifestyle, the Christian lifestyle. og svo sérðu allt í einu öðruvísi lífstíl sem er hinn kristni lífstíl. And deep inside you would like to change, Og innst inni myndir þú vilja breytast. but you may think, En þú getur haldið it's not possible. að það sé ekki hægt. I can't change. Ég get ekkert breyst. That's not true. Og það er ekki satt. You can change. Þú getur breyst. All things are possible with God. Allt megna maður fyrir Guð. And God would have you back in the family. Og Guð vill þig aftur inn í fjölskylduna. And you would be better off in the family Og þér myndi vegna betur innan fjölskyldunar than you are outside. heldur ef þú ert fyrir utan. So this morning, Þannig að í dag, as you've heard the contrast, þegar þið sjáu munin that the way of the transgressor is hard, að vegur syndarans er erfiður, have you experienced that? hafið þið upplifað þetta? Have you been out there Hafið verið þarna and waken up to the reality og uppgötað that the world has nothing to offer? að heimurinn hefur ekki upp á neitt að bjóða? And you may be here today Og það geti verið að því séu hér í dag thinking, að hugsa it's so good to be here. að svo gott að vera hér. So good to be among people who are trying to do good, Gott að vera með fólk sem er að reyna að gera eitthvað gott. who are trying to live for God. Við erum að reyna að lifa fyrir Guð And I want to be part of that. og ég vil vera hluti af því. Any of you feel that way? Er einhver af ykkur sem finnur þetta? Amen. Amen. Yes. There's a better way, Já, það er til betri vegur and that's the way of the Lord. og það er drottins vegur. Yes, restricting yourself is hard, Já, stundum að hemja sig getur verið erfitt, but with God, en með Guði all things are possible. er allt hægt. The good news is this: Góðu fréttirnar eru þær, you don't have to change yourself. þú þarft ekki að breyta þér sjálfur God will do that part. eða sjálfur. Guð mun sjá það. What do you say? Hvað segir það? God can change you. Guð getur breytt þér, God can restore you. Guð getur gefið þér setti á stall hjá sér, God can renew you. Guð getur endurnýjað þig. There's some of you here Sum ykkar who hér have been studying the Word of God. hafið verið að rannsaka orð Guðs And the more you study, og því meira sem þú the rannsakar, more you see how beautiful is the way that God provides. því betur sérðu hvernig Guð sér fyrir And hlutunum. perhaps in your mind, Og já, kannski í hug ykkar you may be thinking, getið þið verið að hugsa, I want to be part of this people. ég vil vera hluti af þessum hóp. I want to participate with this way.
Ég vil ganga á hans vegum. I have not been baptized, Ég hef ekki verið skírður, but I would love to be baptized. en ég myndi svo gjarnan vilja skírast. Is there somebody here like that today? Einhver hér í dag sem hefur þessa löngun? You think you would like to be baptized, Þið hugsið, ég myndi gjarnan vilja skírast, to get rid of the old way losna við gamlu leiðnar and begin the new way again. og byrja nýtt líf. Can you raise your hand? Má ég sjá hendur ykkar? Is there anybody like that? Einhver þannig There's hér? one. Amen. Amen, amen. Is there another? Einhverju fleiri? There's another one. Amen. Amen. Praise the Lord. Lof sé Guði. Are there others Einhverju fleiri? that you deep inside, Þannig að innst as you're innan seeing mig, the comparison, þegar þið sjáu munin, you can say to yourself, þá getið þið sagt við it ykkur, is true. þetta satt. I rather follow the way of the Lord. Ég vil frekar ganga veg drottins And I desire to be part of God's people. og ég þrái að vera hluti af fólki Guðs. Is there another person who would like to raise her hand? Einhver annar sem vil rétt upp hend? We have one, we have two. Við erum með 2, Are there others? eru fleiri? You want to be baptized? Vilt þú skýrast? You want to be part of God's people? Viltu vera hluti You af want to wash kirkju away Guðs? your sins Þannig að þínar syndir verði and hreinsaðar begin a new life? og að þú fái nýtt líf. See, the Bible says this. Biblían segir, If any man be in Christ, ef einhver í Kristi, he is a new creature. þá hann skapaður á ný. Old things are passed away. Gamla var það engu, Behold, all things are new. sjá nýtt orðið til. What a joy it was for me Hvílík gleði það var fyrir mig when I realized þegar ég uppgötvaði that through baptism, að í gegnum skírnina I can take off the dirty clothing and put on the new clothing of Christ. þá gat ég farið á óhreinum fötunum og fengið þessi hreinu klæði frá Kristi. I can leave the old life behind Gat skilið eftir gamla lífið and live a new life in Christ. og lifa nýju lífi í Kristi. What do you say? Hvað segið þið? Is there another one that'd like to raise their hand? Einhver annar sem myndi vilja rétt upp I'm hend? going to ask those of you who raise your hand, would you come forward? Myndi vilja koma fram því þessi rétt upp hend? Would you come up here? Viltu koma I want to hérna have fram? prayer with you. Mér langar að biðja Can fyrir you þér. come? Komdu, Come. komdu. Would you say amen to that? Má ekki segja amen fyrir þessu. Praise the Lord. Lof sé Praise the Guði. Lord. Maybe there's another one in our midst who Einhver annar hérna also have been thinking, sem hefur verið að hugsa and you'd like to take the opportunity and say, yes, I want to jump on the bandwagon. I want to leave the old way and begin to live a new way. sem vill lifa nýju lífi og skilja gamla lífið eftir. Is there another one Einhver annar hér before we pray? áður en við byggjum? Then I'm going to ask, is there somebody here who is not courageous enough to come up here, but would like to raise their hand and say, I've been thinking that way, I need prayer? Einhver sem ekki nógu hugrekkur að koma fram en samt að hugsa og vill bara rétt upp hend? Would you like to raise your hand and say, yes, I need prayer? Vilt þú rétt upp Levanta hendina? la mano. Anybody? Má ég sjá hendur? Praise the Lord. Lof sé Guði. Amen. Lof sé Guði. There's another one. Is Þannig there annar yet hendur. another one? Einhver annar? Why not take the opportunity and say, yes, include me in the prayer. I want God to help me, to change me, to lead me in a new way. Hví ekki að nota þetta tækifæri og fá bæn? Is there another hand? before Einhver we annar pray? hendi? Okay, would you stand together with me so we pray? Nú skulum við standa öll saman og biðja saman. Let's pray. Við skulum biðja. Heavenly Father, Himneski Faðir, I thank you for these two who have come forward, ég þakka þér fyrir þessa 2 einstaklingar sem hafa komið hér fram, who can identify with what has been presented. sem hafa verið snortinn af því sem fram hefur verið borið. Bless them, Lord, Vilt þú blessa þessa einstaklingar? and grant them the opportunity Gefðu þeim þetta tækifæri to be washed að vera hreinsuð and to begin a new life in Christ. og hefja nýtt líf í Kristi. And those that raise their hands, Og þið sem hafi reist höndina, bless them also blessaðu líka þau, and help them hjálpaðu þeim as they struggle with the
issues inside their hearts. á meðan þau eru að berjast það sem í hjarta þeirra. Give them the courage Gefðu þeim hugrekki and the spirit og líka anda that þeim will enable them to make the changes. sem mun hjálpa þeim að breyta. And bless all of us. Blessað okkur öll hér. Lord, if we have thought that it's hard to be a Christian, Drottinn, ef við höfum einhvern tímann haldið að vera erfitt að vera kristinn, in comparison, þá í samanburði, we don't have to worry about being a Christian þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur að vera kristinn, because the path of the Christ is good. vegna þess að vegur Krists góður. And even with the trials, Og jafnvel þó að það séu erfiðleikar, you strengthen us. þá gefur þú okkur styrk. So bless us Blessað okkur and thank you for hearing us. og þakka þér fyrir að heyra. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen. God bless you. Amen. En frábært, við þurfum að biðja mikið fyrir þeir sem koma hérna fram og fyrir okkur öll. En já, þurfum að hugleiða í það sem við hlustum í dag og bara já, hvernig við hugsum og hvað við gerum. Skulum syngja síðasta sálm, skulum standa og syngja eins og við gerðum áðan með barnasalminn. Salmur 132, eigum ekki að standa og syngja, tegja úr lungun svona. Núna ætlar þú að segja það? Ok, ég veit ekki hver. Já, thank you. Skulum byrja. Heavenly Father, Himneski Faðir, we're so grateful that through Jesus við þakkum fyrir Jesú. we can learn to live a life Við getum í gegnum hann lifa lífi that brings joy. sem gefur okkur gleði. For you have promised Því þú hefur lofað that you will make our lives abundant. að þú munt
gera líf okkar af fullt af gnægð. Thank you that through your Spirit, Þakka þér að fyrir þinn anda you help us to see the truth, að þá ert þú að hjálpa okkur að sjá sannleikan, the reality raunveruleikan. of the difference between living a peaceful life in Christ Hvernig munurinn að lifa friðsömu lífi í Kristi and living a life of self-centeredness. eða lifa eigingjörnu lífi. Deliver us Bjargað okkur, and bless us. blessað okkur. We pray in Jesus' name. Í Jesú nafnum við byggjum. Amen. 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 Við erum hérna með tilkynning. Hver er alltaf að þýða, já? Það er gaman að sjá hvað eru margir komnir hérna saman í dag We're glad to see so many here today. og hérna ég minni bara á eins og Torres nefndi I want to remind you, as Torres said, að fyrirlestarnir hefjast núna í dag kl. 7 our lecture starts here today at 7 o'clock in the evening. og svo endilega látið aðra vita af og mætum tímalega og hjálpum stað og styðjum við þetta starf. Please let everybody know and let's come here at a good time and to have a wonderful time together here. Og ég bið ykkur að biðja fyrir þessu Please pray for the project og fyrir þeim hugum sem að Guð er að undirbúa and those minds that God is preparing til að taka við sínu orði. to receive His word. En þar sem að það er auka aðalfundur í þann 5. október We're going to have a extra, extra session extra session hérna hjá Kirkju 7. Adventista